Já, það eru eflaust margir sem velta fyrir sér hvaða hverfi þetta sé hér fyrir ofan þegar þau keyra framhjá eins og úr Reykjavík í átt að Borgarnesi. Þá er þetta á hægri hönd, Melahverfi svo kallað. Okkur lék forvitna að vita hverjir búa þarna og af hverju þetta hverfi er staðsett þarna á miðjum Mel. Við skulum heyra í henni Lindu, sveitarstjóra Hvalfjarðarsveitar. Linda, ég er að kíkja á þetta í Melahverfi í Hvalfjarðarsveit. Mér langar svolítið að fræðast þetta hverfi hérna, stórmerkilega hverfi sem að margir sjá frá veginum, keyra framhjá. Hvað geturðu sagt mér hverfið? Þetta hverfi hérna sem að því miður og fáir vita af, að það byrjar að byggjast upp svona samhliða uppbyggingun á Grundartanga með tilkomu járnblendiverksmiðjunnar þar fyrir núna rúmum 40 árum og þá verður svona fyrsta uppbygging hér og svo verður svona önnur sprenging þegar að Norðurál byrjar að byggjast upp 98 og þá verður til hérna önnur gata og leikskólinn hérna byggist upp samhliða þessu. Veistu, nú fannst fólki skrítið bara verið að byggja hús þarna miðjum Mel, eitthvað staðar lengst upp í sveit, veistu út af hverju þessi staður var valinn? Ég veit ekki nákvæmlega hver átti þessa góðu hugmynd. Það hefur verið ábyggilega einhverju velkunni staðháttum af því það sem kemur manni mest á óvart þegar maður kemur inn í þetta fallega hverfi er hversu veðursælt er hérna. Og svo skemmir náttúrulega ekki fyrir að þetta er ótrúlega miðsvæðis. Hér er stutt, vil ég segja, í allar áttir. Við erum bara rétt rúmlega hálftíma á höfuðborgarsvæðið. Nú Akranes og Borgarnes bara rétt við hliðina á okkur. Og svo ertu með náttúruna allt í kring, ósnortna náttúru og þannig að já, ég held að þetta hafi verið vel valið á sínu tíma. Hverjir eru það sem að koma? Hverjir eru búin að fatta þetta hverfi? Já, það búa náttúrulega hér í dag 110 manns og fer fjölgandi. Þetta er bæði fólk með tengingar í sveitinni en líka bara fólk sem er með enga tengingar og er bara að leita í rólegt umhverfi, barnvænt samfélag, komast aðeins út fyrir ís og þys. Hér erum við með leikskóla þar sem að börn eru tekin inn frá 1 árs aldri og svo er grunnskólan okkar hérna við Leirá. Það er bara 5 mínútur að keyra þangað og þar er líka íþróttamiðstöð með sundlaug og íþróttasal og nokkurum svona þrektækjum og svo eru hugmyndir hjá okkur að byggja nýtt íþróttahús. Og skólasamfélagið okkar er ótrúlega gott. Þið eru eitt af ríkustu sveitarfélögum landsins, eiginlega bara kannski það ríkasta, ég veit ekki, það er allavega mikil innkoma hérna. Hvernig er að stýra svoleiðis sveitarfélagi? Já, það er rétt. Við erum svona með þeim betur stæðu sveitarfélögum á landinu í dag og það er náttúrulega bara ekkert nema forréttindi og skemmtilegt. Við erum að vinna með skattfé og okkur ber að fara vel með það en auðvitað er alltaf skemmtilegt að þurfa ekki að vera að hugsa hverja einustu krónu og aura og geta gert vel í samfélaginu. Og mér langar kannski bara að nefna í því dæmi að í þessu hverfi hérna er verið að huga að því að gera opið svæði fyrir bara alla íbúa sveitarfélagsins. Svona grænt svæði, koma upp svona aðstöðu fyrir íbúa að hittast, setja hér mögulega svið og grillaðstöðu og svona leiksvæði fyrir alla aldurshópa. Þannig að svona íbúar eigi svona sælurei til að koma saman og gera sér góðan dag. Er ekki rétt hjá mér að þið veitið meiri þjónustu gegn vægara gjaldi hérna? Jú, það er rétt hjá þér. Hérna er, eins og ég hef kannski sagt áður, það er vel haldið utan barnafjölskyldur og mikil og góð þjónusta en til dæmis eins og hér á leikskólanum að það er gjaldfrjáls 5 klukkustunda vistun hjá okkur frá 9 til 2 alla daga og fæðiskostnaður kannski ekki jafn dýr og annars staðar og svo erum við með góðan tómstundastyrk, svona tómstundaávísanir eins og þekkjast í flestum sveitarfélögum. Hjá okkur eru það 60.000 krónur á ári og gilda alveg frá fæðingu að 18 ára aldri. Þannig að það er reynt að hlúa vel að og hugsa
okkar börn eins og hægt er. Ertu ekki trædd að verði sprenging eftir þetta viðtala? Þú verður búin að dreifa úr þér bara niður melinn og alveg bara upp allan Hvalfjörð. Við myndum bara fagna því og viljum fá hér sem flesta íbúa og ég kannski eitthvað gaman að segja með þetta hverfi hérna Melahverfi að hér sko á sveitarfélagi nægt landrými og það ekki búið að skipuleggja lóðir á því næstu því öllu. Á því sem nú þegar skipulagt einungis búið að byggja á þriðjungi, bara 1/3 sem þegar byggður. Þannig eins og segi hérna það nóg að lóðum í okkur og nóg pláss og allir velkomnir. Það bara ekkert að vanbúnaði. Nú bara að stíga skrefið og flytja í Hvalfjarðarsveitina þar sem að lífið svo sannarlega ljúft.